Það er svo athyglisvert og lúpína sáu sér ekki út í landið. Nú er þetta búið að vera lengi. Einhverjur haldi bara að hún myndi fara hér allt en það gerist ekki. Það er svo athyglisvert. Eins og segi, hérna var gert svona plan og sett eitthvað svona grús og það kom lúpína eins og þú sérð og svo greni. Hún er ekki komið hérna út í móan, ekki hér. Þannig að Svo erum við hérna með svona nýrri gróðursetningu. Herðu, já. Hvað erum við með hérna? Herðu, þetta er fjallaþöll. Já. Fjallaþöll. Já. Þetta er annarkvort af fræi frá, sem sagt, úr Skorradalnum eða austan að Hallónstað. Já. Árni og fleiri starfsmenn og sjálfboðaliðar hafa farið reglulega í fræsöfnunarferðir á haustin. Já. Sérstaklega, sem sagt, í Hallónstaðaskóg og síðan í Skorradal. Og safna fræi og það er nú óvíða hægt að fá köngla og fræ af þöll á Íslandi. Já. Það er svona helst á þessum tveimur stöðum. Já. Og það er hjá okkur komnar niður þallir, bæði marþallir og fjallathallir, svona hér og þar til að auka fjölbreytnina. Já. Þetta er náttúrulega tré sem að gróðursettur svona inn í skóga sem eru orðnir svona svolítið gróskulegir og komið skjól því þetta er tré sem þarf svona sæmilegt skjól en þolir talsverðan skugga. Já. Og fjallaþöllin er meira svona blágræn á lit samanborið við marþöllina og toppurinn á fjallaþöllinni er ekki svona drjúpandi eins og toppurinn á marþöllinni. Já. En annars er þetta svona dálítið líkar trjátegundir fjallaþöll og marþöll. Og er gróðrarstöðin þöll svolítið hrifin af þöll? Já, við svona reynum að bjóða upp á hana svona eins oft og reglulega og hægt er og þá af íslensku fræi auðvitað. Já, ég sé hana svolítið einmitt í Höfðaskógi líka. Þið hafið verið að pota henni svolítið niður hér og þar eða ekki? Já, við höfum gert það. Svona inn í svona rjóður og Og verður þetta, ég veit ekki til þess að ég hafi séð stór svona tré, verður þetta alveg? Þetta geta alveg orðið, báðar þessar tegundir af þöll geta alveg orðið talsvert stór tré. Já. Sjálfsagt hér á landi 15-20 metrar kannski á bestu stöðum. Og þá líklega marþöllin hærri heldur en fjallaþöllin. Og okkar reynsla er svo að marþöllin vex hraðar samanborið við fjallaþöllina. En þær eru báðar fallegar og sérstakar. Já. Og engum öðrum trjám líkar. Já, maður tekur þeir svolítið eftir þeim út og þær eru svona pínu öðruvísi. Þær eru sígrænar. Já. Eru sígrænar, þetta er náttúrulega barviður, þroska köngla. Það eru mjög litli könglar á marþöllinni. Já. En ívið stærri á fjallaþöllinni. Já. Erum við með hérna ástarblómið eða ekki? Ég elskaði, ég elskaði ekki. Já, einmitt. Þetta er nefnilega ekki baldursbrá, þetta er freyjubrá. Þetta heitir freyjubrá sko. En þetta er mjög líkt baldursbrá. Maður sér blöðin eru öðruvísi, en blómið er nánast alveg eins. En hún er búin að vera mjög lengi. Ég man eftir henni hérna. Þetta er svona eini staðurinn, hún er á nokkrum staðum, hún er líka hérna sko. Ég veit ekki hvernig hún barst hingað. Þetta er svona yfirleitt flokkað svona sem slæðingur eða sjaldgæf íslensk jurt sko. Já. Og svona tengir svona blómaengjum og svona meðan baldursbráin er meira svona í fjörum og í vegköntum. Já, eini staðurinn hérna í upplandinu sem ég veit freyjubrá. Já. Og hún er búin að vera lengi, ég man eftir þegar ég var krakki, þá var hún komin sko. Heyrðu, já, hérna eru skógarfurur. Þetta er það bestu, en það eru líka miklu yngri sko. Þetta er ekki svo, þetta er sem sagt á afkvæmi. Þetta eru afkvæmi afkvæmi trjáa hérna reyndar í Garðabæ. Þannig að þetta er svona skástu skógarfururnar hérna sem eru þá gróðursettar bara fyrir svona 15 ára eitthvað svoleiðis síðan fóru niður, getur trúað því. Þær eru nú eiginlega verða of þéttar sko, maður þarf að taka einhverja í burt. Já. En þær voru mjög fallegar, mér finnst þær hafa látið á sjá. Og sér sko það sem er svo sérstakt að það er eiginlega bara
eða 2 árgangur af nálum. Það er svona fell allar nálana sko. Þannig bara með nála hérna frá því fyrra og í ár, það er ekkert meir. Árgangurinn 23, hann er farinn. Það er bara 24 og 25. Ég veit ekki akkur það er, kasta nálunum svona af sér. En hvað, má þá kannski segja að þær skógarfurur sem lifðu af þannig lúsafara, sé svona sterkari eftir og... Já, það hefur þá sorterast úr, sko. Þannig það sem verður þá eftir lifandi verður væntanlega þær sem hafa mestan viðnámsþrótt gagnvart furulús. Og ég sé nú ekki lús í þessu, þannig að... Og það eru með svona könglar hérna. Nákvæmlega. Þannig að nú er þetta safna þess, þá er þetta semst önnur kynslóð íslenskra trjáa. Þessar eru íslenskar og afkvæmi þessar eru þá önnur kynslóð íslenskra skógarfuru. Það virka allavega frekar fallega sko þannig, beinstofna og... Já, þetta er mjög ljósælstré, þannig ég myndi segja að nú þarf að taka einhver því að ef ekkert eru það gert, þá munu þær eyðileggjast út af sko, það standi of þétt og varpi of miklum skugga á hver aðra sko. Þannig það þyrfti að fórna trjám, kannski alltaf helmingnum, þannig það sem verði eftir verði haldi sér og verði áfram fallegar og geti gefið fræ. Þannig þetta er bara alveg nýr stígur hér sko, með þá tenging inn á brúna, þannig að maður geti komist óhindrað inn í Höfðaskóg. Við erum hérna á nýjustu framkvæmdinni, það ekki hjá Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar eða? Má ekki segja það? Þetta er nú... Er þið ekkert í þessu eða? Þetta er nú algjörlega Hafnarfjarðarbæjar og þeir eiga virkilega hrós skilið. Eins og ég nefndi að þá er Gráhelluhraunið mjög vinsælt til útreiða og það eru sem sagt reiðgötur hérna allt í kringum hraunið. Þannig að það hafa orðið svolítið árekstrar, allir vilja njóta hraunsins, fara í berjamó, tína sveppi, ganga þetta dásamlega skóglendi. En til að leysa þetta þá var unnið nýtt deiliskipulag af Þráni Haugsyni af Gráhelluhrauni að tilstuðlan Hafnarfjarðarbæjar og meðal annars var niðurstaðan sú að setja hérna mislæg gatnamót má segja. Þannig að hérna undir fer sem sagt þá ríðandi umferð úr Hlíðaþúfunum og hérna frá Sörlaskeiði og nýju reiðhöllinni hérna fyrir austan okkur og síðan gangandi og hjólandi umferð hérna yfir þessa nýju brú. Og þetta var bara verið að vígja þetta núna mjög nýlega í sumar, hérna syðst í Gráhelluhrauni og svo stendur til að gera eitthvað sambarilegt hérna nyrst, þar sem við byrjuðum áðan. Hérna nyrst í Gráhelluhrauni að þar verið líka reist göngubrú. Til að leysa þennan vanda hvað varðar umferð hestamanna annars vegar og gangandi og hjólandi hins vegar. Þannig að fólk fer hérna þá getur það farið bara upp í Höfðaskóg, ekki? Þetta er einmitt bein tenging hérna úr hrauninu og yfir í Höfðaskóg og útivistarsvæði við Hvaleyrarvatn sem er svona hjarta svæðisins getur við sagt. Þannig að þetta er svona tengir þéttbýlið hérna fyrir norðan okkur við upplandið. Þannig eru svona grænir gangar sem liggja hérna úr bænum og hérna upp í upplandið. Já, frábært. Mér finnst þetta... Þetta er mjög veglegt. Já, mjög veglegt og vel gert. Bærinn er virkilega heiður skilið og vel frá gengið hérna allt í kring. Það er náttúrulega nokkrum stöðum hérna svona bekkir og svona, þannig að þeir sem vilja sækja skóginn þá er það til staðar. Já, algjörlega. Það er sem sagt, það er gönguleið eftir endi löngum
Gráhelluhraunskógi og svo eru svona nokkrir svona skverir með bekkjum og ruslaílátum. Já. Við höfum ekki sett upp grill hérna. Nei. Það hefur komið til tals en eins og þú kannski tekið eftir að þá svona aðgengi á bifreið en þess háttar er eiginlega ekki til staðar. Þetta er meira skógur sem maður heimsækir gangandi eða hjólandi úr bænum. Já. Og þannig að, já, við erum rög við það að setja upp grill eða eitthvað slíkt hér. Hérna, en með svona tré, menn hafa verið að fara víða að safna fræjum og svona, þú veist. Jú. Er þetta ekki svolítið svo villta vestrið bara svona? Það bara, menn eru ekkert að, það er bara alls staðar allt prófað, eða er það kannski ekkert slæmt eða er það bara jákvætt eða? Kannski ekki rétti meðan dæmi um það. Nei. Fyrir mér er allavega mikilvægt að safna íslensku fræi. Já. Ég held við séum kannski búin með þann kafla að finna tegundir, kvæmi og þess háttar erlendis. Já. Og safna efni við erlendis. Við vitum nokkuð veginn hvað gengur þegar kemur á skógrækt, uppgræðslu, garðrækt á Íslandi. Já. En það er svo dýrmætt að safna fræi hérlendis, það er að segja ef að viðkomandi tré eða runni þroskar þá fræ hérna. Já. En það náttúrulega hefur verið að gerast meira og meira á síðustu árum að margar tegundir trjá og runna eru farin að þroska fræ, ekki á hverju ári en annars slagið allavega. Já. Og gefa oft sem sagt gott fræ sem spírar og góða afkomendur sem sýna betri aðlögun að íslenskum aðstæðum, íslensku loftslagi heldur en kannski foreldrarnir gerðu sem komu upp af fræi sem var týnt erlendis, oft í Alaska, Norðurlöndunum, Rússlandi og svo framvegis. Já. Og eru trén kannski bara svolítið fljóta aðlagast svona þannig séð, þú veist, það er bara fyrsta kynslóð sem er betri og... Ég er svo sem ekki sérfræðingur í trjáerfðafræði en jú, við þekkjum náttúrulega fólk hér sem hefur lært þetta og kynnt sér þetta og mér skilst svona í grófum dráttum er það þannig hjá plöntum að það verður strax ákveðin aðlögun með bara fyrstu kynslóð þannig að afkvæmi trjá og runna sem eru upprunnin hér á landi sýna betri aðlögun heldur en foreldrarnir og við, þá meina ég við hérna í Hafnarfirði höfum jafnvel séð þetta og svona nærtækast er að kollegar mínir hafa týnt fræ af skógarfuru af ljótum trjám sem standa við Vífilsstaði í Garðabæ, krakkljótum trjám sem þó hafa þroskaköngla. Það fræ hefur svo gefið ljómandi fallega skógarfurur sem hafa vakið eftirtekt hjá skógræktarfólki og jafnvel trjákynbótafólki hérlendis og eru greinilega svona móður betrungar. Já. Það er þetta magna. Já. Það er svolítið af svona botngróðu, þannig að svolítið mikill botngróður. Já. Það er eiginlega hvað skemmtilegast hérna í Grávelluhrauni, hvað er mikið fjölbreytni hérna í skógarbotninum og hérna í hrauninu. Já. Það er ekki eða lítil sem engin lúpína hérna, hún verðist einhvern veginn ekki dafna hérna í hrauninu. Nei. Það er mikið af lúpínu hérna á holtunum allt í kring. Já. En hér í hrauninu er bara ekki lúpína en mjög fjölbreytt flóra íslenskra jurta. Maður getur fundið bara, ég veit ekki hvað marga gerðir. Það er blágresið, það er nú búið að blómstra, maður sér laufin hérna og það er komið í haustliti blágresið. Það er brennisóley. Það er mikið af bláberjalingi hérna og krækiberjalingi og sortulingi sem er sígrænt og skríður svona myndar breiður. Já. Svo núna er í blóma hérna víða undafíflar. Undafíflarnir blómstra seinna á sumrin en túnfífillinn. Já. Getur líka verið skarifífill, hann er líka svona í blóma síðsumars. Já. Svo eru mosar ýmsir.
Bugðupuntur er mjög áberandi grastegund, sé ég. Og svo líka þarna blávingull, búinn að sjá dálítið á honum. Já. Já. Já, þannig að það er algjör unun bara að koma hingað og virða fyrir sér sko flóruna hérna í hrauninu. Já. Hún er svo fjölbreytt. Holtasóley var líka hérna áðan, öðru nafni rjúpnalauf. Það er einmitt svolítið skemmtilegt, sko, þessi partur af skóginum, sko, þetta þessar plöntur sem að njóta góðs af trjánum. Já, þrífast vel í skógarskjólinu. Já. Sumar eru ágætlega skuggþolnar eins og hrútaberjalyngið vex gjarnan undir trjám. Aðrar eru meira svona í rjóðurum þar sem birtu nýtur. Já. Og að því að skógurinn hérna er til þess að gera ekki sérstaklega þéttur. Það eru svona einn og einn þéttur lundur, en svo er góðar opnur alls staðar á milli hérna sem líka útskýrir þessa miklu fjölbreytni hérna í botnflórunni. Já. Svo erum við með hérna svona minnisvarða hérna inn í skóginum. Já, akkurat. Myndirðu halda þetta væri þeir sem voru... Já, þetta voru örugglega allt stofnfélagar, Skógræktarfélags Hafnarfjarðar. Svona brautryðjendur í starfinu á sínum tíma. Algjörlega. Ég man vel eftir hérna Jóni Magnússon í Skuld, hann rak gróðrarstöð hérna í Hafnarfirði. Já. Og svo veit ég að Jón Gestur Vigfússon, það er stór ættbogi frá honum og konunni hans, Sesselíu. Þau reistu sér hús og ræktuðu skó í Slettuhlíð. Já. Byrjuðu þar 1925. Þar er mikill skógur í dag og hans ættingjar eru þar ennþá að rækta og sinna skóginum. Og heldur að verður svona minnisvarði Steinar Björgvinsson í... Ég veit ekkert um það. Það komið svo mikið að allskyns minnisvörðum og svona. Ég held að þetta sé bara komið gott. Það verður bronsstytta. En það er gaman að minnast þeirra sem ruddu brautina virkilega og ekki gleyma þeim, sko. Það hefur ekkert verið rosa auðvelt á þessum tíma. Nei, getur ímyndaðir. Það var óksruglega lítið sem ekkert og... Þetta þótti algjör sérviska. Já. Og tímaeyðsla. Já. Og vera að girða af land sem annars hefði verið hægt að nýta til beitar. Þannig að það er eiginlega ótrúlegt að nokkur skulle hafi lagt þetta fyrir sig á þessum tíma. Þá erum við að tala um, fyrir hluta síðustu aldar. Já. Ótrúlegt. Já. Þá erum við búin að fara fram og tilbaka og bara virkilega gaman að fara hérna með þér svæðið. Þetta er svolítið svona skemmtilegu skógur, svona, hann er nefnilega svona pínu öðruvísi, hann hefur þróast náttúrulega í þessu hrauni og svona, hann er svona opin svæði inn á milli. Já, hann er það. Þetta er sannarlega perla og nú erum við hérna í, má segja, norður endanum á þessum skógi sem er svona tiltölulega aflangur, liggur hérna að Kaldárselsveginum sunnan megin og svo er hann bara hérna við mörk Garðabæjar og Hafnarfjarðar hérna til norðurs og austurs. Nú byggðin er bara hérna bak við okkur, Ásland 3, Selbergshverfið, þannig að þetta er stutt frá byggð og gaman að við erum búin að mæta hérna útivistarfólki á göngu og skokkandi sem sýnir að fólk er að nota svæðið og er að koma aðalega bara fótgangandi eða hjólandi úr byggðinni. Já. En svo er eins og við nefndum bílastæði hérna skammt frá, tiltölulega nýlegt og fínn stígur hérna, göngustígur í gegn til suðurs og norðurs. Já, þannig að við bara hvetjum alla að ekki til þess að heimsækja Gráhellu hraun. Bara endilega. Já, og njóta. Hafnfirðinga og nærsveitamenn. Já. Bara ganga vel Já. Og koma uppgötva þetta dásamlega svæði hérna. Já. Þar sem fyrsta tréð var gróðursett 1947. Já.